Það var ekki Afturelding komið upp í bestu deildina, svona hvernig vitur þetta? Bara æðisleg tilfinning og sjá fagnarnir fyrir framan Mosfellsbæ. Ég var hákarlinn í leikslok og bara að gleði. Þetta langþráð takmarki náð. Afturelding knattspyrnudeildin félagið 115 ára en knattspyrnudeildin 50 ára í ár og fyrir 25 ára þegar ég byrjaði að fylgjast með þessu. Þá var liðið í neðstu deild og síðan þá hefur bara ótrúlega mikið af fólki hjálpað til við að koma liðinu hærra og hærra með hverju árinu. Og svo þetta dæmi í dag bara geggjað, það ekki hægt að það svo margir sem koma aðeins og eiga hróskilið. Strákarnir fyrst og fremst bara að hafa trú og liðsild hvernig við vera tíman í sumar þó að við gengið umsvið hjá okkur að ná einhvern veginn að sýna seinni hlutann deildinni hversu ógeðslega góðir við erum. Allir í þjálfarteyminu með mér eiga þvílíkt hróskilið. Enes sem búinn með mér frá því að ég byrjaði að þjálfa liðið fyrir 5 árum, verið ómetanlegur fyrir mig. Amir frábær markmennina, Gunni búinn að koma, styrktarlega búinn að koma með þvílíkt stand, Garðar sjúkraþjálfari búinn að halda öllum heilum. Liðsstjórnir Þorgeir Balli, Númi frábæri, Gauji Svans með hugarþjálfarina, bara allt, allir í kringum þetta gert frábærlega. Og stjórnin geggjuð, meistaraflokksráðið með Gísla í fararbroddi, stórkostlegt. Sjálfboðaliðin sem búið til umgjörð heimaleiki, mamma og Einar Guðmunds og það svo margir sem eiga þetta skilið og stuðningsmennir sturlaðir, það geta tala eins og vel þá, styrktarlega sem hjálpa okkur og bara allir sem hafa komið að þessu einhvern veginn, starfsfólki á skrifstofunni, stjórn deildarinnar með Erlu, það bara svo mikið af fólki sem hefur gert að klára þetta og ég er að gleyma fullt af fólki en bara það er svo ótrúlega margir sem eiga þátt í þessu og þetta er moment þegar lokaflautið kom á en einhvern veginn mun aldrei glemma. Svona að ná þessu afreki með uppeldisklúbbnum, það hlýtur að vera einstakt. Já, ekki spurning og bara hafa, bara geggja að fá mjög þakklátur fyrir að fá stýra liðinu og að hafa ná að gera þetta, ná þessu. Það er ekkert verið auðvelt að gera þetta, við erum ekki með kannski söguna bak við okkur og við erum ekki með peningana bak við okkur, þannig að þetta er búið að vera mikið vinna og ótrúlega mikið fólki og þess vegna er þetta sætara fyrir vikið og fór út bara annað deildinni þegar ég var aðstoðarþjálfari og Arnar Hals þjálfari 2018 og ég lærði mikið af því og svo tek ég við liðinu 2020 og síðan þá hefur þetta bara verið svona tröppugangur en við höfum alltaf haldið í okkur hugmyndafræði, reynt að gera það, reynt einhvern veginn að standa og vera saman hverju tímabili auðvitað með smá breytingum og maður er bara ótrúlega stolt fyrir þetta og bara þakklátur fyrir að við höfum að klára þetta. Líka sætt eftir vonbrigðin í fyrra að tapa þessum leik en að koma núna tilbaka árið seinna og vinna þetta? Já, ekki spurning en það kannski bara styrkt okkur. Ég vil meina það að við bara, ef við spyrum í dag er þakkláturinn fyrir að tapa í fyrra því að við læra ótrúlega mikið þessu einu árið. Bæði það eru að takast á vonbrigðin í fyrra, hvernig nálgumst úrslitaleikinn í fyrra, mér finnst nálgumst þennan úrslitaleik betur. Hvernig tókumst á við að spáða efsta sæti, svo náum við einhvern veginn ekki takt í byrjun. Erum að spila fína fótbolta en bara ótrúlega að við hafi haldið í trúna all tíman. Og hvernig sterkir strákarnir voru. Ótrúlega hópur sem við erum með einhvern veginn að halda alltaf trúnni og klára það dæmi. Og ég held að félagi í heild sinni sem miklu tilbúin að fara upp eftir ára síðan. Það er búið að átta sig á því að það þarf að við þurfum að hafa umhverfi til að geta farið upp og gert vel og það er allir fannar sem er að róa í þá áttar að gera það. Og mjög þakklátur fyrir þann stuðning og vona bara að svo vera áfram því að við þurfum að spýta í lófana á öllum vígstöðum, ætlum að gera vel í bestöldinni. Við viljum meira og það er ekki nóg bara að fara upp og svo beint hættur niður. Við þurfum að gera það betur til að fara upp og ég vona bara að þessi stuðningur haldi áfram og ennþá fleiri séu tilbúið að koma að hjálpa til og vera með í fjörunum með okkur því að það er eitt sem við viljum standa fyrir undanfarna ár, það er gleði og ég vil sé gleði innanvallar, það er gleði utanvallar og það er kannski það snýst að þetta er skemmtilegt og við erum að reyna að fá samfélagið músum með okkur og bara ómetanlegur stuðningur þetta. Það er svona allavega mín tilfinning í kringum Aftureldingu að þetta sé svona skemmtilegt lið, þetta er örugglega varalið margir halda með ykkur finnst mér. Já, ég held að það sé bara rétt hjá þér og maður er þakklátur fyrir það líka að fólk kannski fíli það sem við erum að gera og það sem við viljum standa fyrir. Við viljum reyna hafa gleðis innan og utan vallar og bara ótrúlega gaman að sjá þetta allt raungerast. Ég er búinn að hugsa um stund í mörg ár og bara sjá þetta fyrir mig þetta moment og þetta er ótrúlegt en við þurfum að gefa það bara í. Ég veit, besta deildin á næsta ári, svona, hvað þurfum við að gera til að falla ekki beint niður aftur, eins og þú segir? Við þurfum bara að æfa vel, búa til, halda honum í fagmennskunni sem við gera í öllu sem við gera og auðvitað verður örugglega einhverja styrkingar sem við erum að fá inn og annað og við búum að því að það eru mótslíkar sem er að spila víða. Annar unglingastarfið Aftureldingu er gott undanfarna ár og menn hafa farið annað sumir og kannski getum við fengið einhverja þeim heim.
eins og þetta gerist með Jökul núna og Sigurpál og fleiri þetta tímabil, þannig að það er líka gaman að menn eru að sjá að við sem gera góða hluti og vilja koma heim. Og ég vil bara, get ekki hrósað strákunum nógu mikið, bara öllum þessum gaurum og geggja eins og Sigurpál skora mark í dag, kom frábærinn í liðið eins og Jökul mitt sumar og bara þetta momentið sigurmarki, momentið í leiksloka, þetta er ómyndalegt. Jökull kom á láni, vonast ekki til að halda honum eða reyna því allavega? Jó, ég menn það er eitthvað sem við þurfum að skoða og hann er farið víð á lán og verið að spila erlendis en hann á heim í Mosó. Hann á ekki heim í Morecamp, hann á heim í Mosó og það er það sem hann á að spila og við sjálfsögur reynum að halda honum. Ég líði vel hérna, ég hvergi líði betur, þannig ég vona að við getum einhvern veginn fundið lausn á því að halda honum. Sjálfsögur, við viljum hafa öfluga heimamenn hjá okkur og við munum reyna að finna eitthvað lausn á því en ég held að þennum fyrst að kannski gefa okkur kvöldið að fara. Takk hérlega, Maggi.